Já, ég heiti sem sagt Harpa, deildarstjóri ofanflóðadeildar á Veðurstofu Íslands og útibússtjóri snjóflóðaseturs Veðurstofunnar hérna á Ísafirði. Og ég fædd og uppalin í Neskaupstað en hef búið hérna á Ísafirði frá árinu 2004. Ég ætla að tala snjóflóðamál á Íslandi í svolítið víðu samhengi og bæði sem sagt sögulegu samhengi og snjóflóðamál eins og þeir í dag. En snjóflóði eru svo gerð náttúruhamfara sem hefur kostað flest mannslíf á Íslandi. Og það ef við teljum óveður á landi og sjó ekki til náttúruhamfara. Þannig í töflunni þarna uppi eru banaslys vegna náttúruhamfara á Íslandi frá árinu 1901 og í snjóslysum hafa þúsundir farist. En þar hefur verið gert mikið átak og öryggismál orðin miklu betri. Þannig að slysum hefur fækkað mjög mikið. Í óveðurum á landi hafa margir farist. Snjóflóð 173, skriður og grjóthrun 54, eldgos 2, jarðskjálftar 1, vatnsflóð 1. En ef við værum að hugsa efnahagsleg áhrif, þá væru áhrif eldgos og jarðskjálfta að sjálfsögðu mun meiri. Fyrr á öldum þá féllu snjóflóð á stöku sveitabæi og ferðalangar til fjalla lentu í snjóflóðum. Menn þurftu kannski að fara frá einum firði yfir í það næsta, sækja kindur, komast til læknis og svo framvegis. Og þá áttu með það til að setjast að snjóflóð og lendi í snjóflóðum. Íbúðarhús á gömlum bæjarstæðum voru oft svona þokkalega staðsett miðað við stöðuna eins og hún var þar. Þannig að þessi gömlu torgkofar okkar, þeir voru endurbyggðir oft og þeir svona smá saman færðust kannski inn á skástað innan svæðisins sem hann höfðu til umráða. En strax í upphafi þéttbýlismyndunar á Íslandi þá þróaðist byggð beint inn á snjóflóðahættusvæði. Það var mjög hröð þróun inn á áður óbyggð svæði og það var ekkert formlegt skipulag í gildi á þessum tíma. Menn byggðu það sem menn vildu byggja. Lífsbaráttan var hörð og fljótlega urðu fyrstu stóru snjóflóðaslysin í þorpum og bæjum. Sést öðrum nokkuð svona? Nei. Árið 1885 á Seyðisfirði, þar fórust 24 og það svona stærsta snjóflóðaslysið í byggð á Íslandi. 1910 í Hnífsdal, rétt hjá, fórust 20, á Siglufirði 1919 og síðan Neskaupstað 1974 og eins og við þekkjum Súðavík janúar 1995 og Flateyri í október 1995, þar sem fórust samtals 34 í þessum tveimur slysum. Og áhrif snjóflóða á þróun þéttbýlis fyrstu 100 árin það bil voru kannski ekki alveg nógu mikil. En þar sem að snjóflóð voru mjög tíð, og þá ég að tala endurkomu tíma kannski 5 til 10 ár, eitthvað svoleiðis, þar þróaðist yfirleitt ekki þétt byggð. Við reyndum kannski að byggja hús, en þeir fóru fljótt í snjóflóðum og voru þá kannski ekki endurbyggð. Þannig að fólk forðaðist að byggja þeim svæðum og víða í þéttbýli á Íslandi gat í byggðinni þar sem að snjóflóð eru hvað tíðust. Og þar sem að stór snjóflóðaslys urðu, þar sem að mikið mannfall var, þar forðust menn kannski að mestu að byggja aftur. Það myndaðist ekki þétt byggð á sömu stöðum. En snjóflóð sem voru kannski stór en ollu ekki miklum skaða, þau gleymdust fljótt eða voru ekki litin kannski nógu alvarlegum augum. Og uppi dæmi frá Hnífsdal. Það var sem sagt hjálega búð sem eyðilagðist í snjóflóði 1673 en það var ekki mannfall, fólk bjargaðist. Og bærinn var þá endurbyggður á sama stað. Þangað til hann fór í snjóflóð árið 1910 ásamt mörgum verbúðum eða sjóhúsum sem voru á svæðinu, þar sem að 20 manns fórust. Það var ekki byggt á því svæði aftur og búð var endurbyggð aðeins utar og slapp þá við stórt snjóflóð sem var féll aftur 1916. En 1947 féll stórt snjóflóður Traðargil í Hnífsdal sem olli tjóni á fjárhúsum og kofum og minkagirðingu og drap nokkra kindur. En á 8. og 9. áratug síðustu aldar þá byggðist upp íbúðahverfi á því svæði sem þetta snjóflóð hafi fallið. Og það ekkert eina dæmi, þetta hefur gerst víða á Íslandi. Fyrstu skipulagslögin voru samþykkt á Íslandi 1921, giltu fyrir bæi og sjávarþorp með 500 íbúa og þar átti í rauninni að marka snjóflóðahættusvæði á skipulagsuppdráttum, en það voru ekki til nein viðmið, hvað snjóflóðahættusvæði. Þannig að þetta var byggt svona á þekktum snjóflóðum kannski og síðan á árunum 65 til 80 það bil þá var mjög hröð íbúafjölgun víða í sjávarbyggðum á Íslandi. Og þá fóru bæir að teygja sig nokkur hratt í áttafjalli, bæir sem hefðu byggst í kringum höfnina kannski í upphafi. Og gögn snjóflóð voru á afskornum skammti.
Og þegar snjóflóðin féll í Neskaupstað 74 þá kom það flestum óvart, mann höfðu ekki áttað sig á þessari hættu. Og þegar ég gerði BS-verkefni mitt einhvern tímann á síðustu öld, þá var ég að skoða eins bara hvernig þetta hafði gerst í Neskaupstað og þar hófst þéttbýlisvæðing upp úr 1870. Íbúafjöldinn jókst hratt síðan á öðrum og þriðja áratug síðustu aldar og þá var ekkert skipulag í gildi. Og ég ræddi við eldra fólk á þessum tíma, fólk sem allt saman farið núna, og menn voru sammála þá að snjóflóðahætta var ekki álitin eitthvað sérstaklega mikið vandamál fyrstu áratugi síðustu aldar. Og sennilega hluti ástæðinu sú að önnur hætta var ráðandi. Það var bara miklu hættulegur að lifa á þessum tíma og sjóslys þar eins og hér og víða annars staðar voru mjög tíð og það fór bátur niður nánast að hverjum vetri og margir fórust. Þannig að þegar það voru vond veður þá sagði fólk hvert við annað, já hvað ætla sjórinn gerir nú? En enginn hugsaði hvað snjórinn myndi gera nú. Og aurskriður voru, segja menn, jafnvel talda stærra vandamál vegna tjóns sem að þær ollu á túnum og kofum. Allir áttu eitthvað tún og einn kof upp í fjalli og það bara hafði áhrif á lífsviðurværið þegar skriður voru að skemma þetta. Og ströndin innan við byggðina í Neskaupstað var álitin óbyggileg en líklega var það frekar vegna skriðuhættu heldur en snjóflóðahættu. En fyrsta skipulagið fyrir Neskaupstað var staðfest árið 1929 og í skýrslunni sem fylgir því kom fram að allir vesturhluti bæjarins var á snjóflóðahættusvæði og skipulagsnefndin mælti með því að flytja byggðina smásaman til austurs og úr bara skýrslunni sem fylgir. Nú öll aðstaða og afstaða Norðfjarðar þannig að telja má víst að þar vaxi upp allmikill bær og útgerð, líklega stærsti bærinn á Austurlandi sem varð raunin á tímabili. Og fyrir slíkan bæ alls ekki pláss á gamla svæðinu og auk þess óhæfa að byggja bæ að minnsta kosti íbúðarhús þar sem hættir mikil á snjóflóðum. Og við teljum því sjálfsagt og óumflýjanlegt að flytja bæinn smá saman austur á við og upp fyrir brekkur, leyfa engar byggingar á hættusvæðinu. Og mönnum sem þar eiga hús og lóður verði bærinn á sínu tíma sjá fyrir jafngóðum hússtæðum á hentugri stað. En þeim fannst samt sjálfsagt að það mætti byggja útvegshús við strandgötuna þar sem að nauðsyn krefur út af hafnarplássi og aðstæður leyfa vegna snjóflóðahættu. En það sem gerðist var að skipulagið þróaðist síðan smá saman í þessa átt sem að fyrsta skipulagið vildi ekki að það gerði. Og þetta var þrýstingur frá bæjaryfirvöldum og almenningi og menn vildu bara fá að byggja á þessum svæðum. En á þessari strönd innan við bæinn það byggðist ekki upp þétt íbúðabyggð en þar byggðist nokkuð öflugs atvinnustarfsemi og þar urðu þessi slys 1974. Og hérna svona svipadæmi frá Neskaupstað eins og frá Hnífsdal að það féll snjóflóð út í sjó úr Tröllagiljum, það er rauða útlínan þarna á kortinu og það var ekki manntjón en það urðu skemmdir á einhverjum húsum, það var mjög lítil byggð á þessum svæði á þeim tíma en svona 20 árum seinna þá voru menn farnir að byggja og 30 árum seinna var svæðið orðið fullbyggt. Þannig að það tekur okkur svona kannski 20-30 ára að gleyma ef að hlutirnir eru ekki fastir í lögum og reglugerðum. En eftir 74 þá skipaði bæjarstjórn Neskaupstaðar snjóflóðanefnd og rannsóknaráð ríkisins settast að starfshóp og það voru gerðar margar góða tillögur hættumat og skipulag byggðar og snjóflóðaeftirlit, vöktun og rannsóknir. En svona málið sofnaði svolítið þarna árinu á eftir og fyrstu lögin varnir gegn snjóflóðum komið síðan árið 1985 eftir snjóflóð í Ólafsvík. Og þá var ákveðið að ætti að vera snjóeftirlitsmenn í bæjum þar sem að hætta væri mikil og svona fyrsta snjóflóðahættumati var þróað. Og svo þegar snjóflóðaslysinu eru í Súðavík og Flateyri, þá var ákveðið snjóflóðaeftirlit og það voru einhver hættumatskort, en flestir þeirra sem létust voru í húsum sem voru utan skilgreindra hættusvæða samkvæmt þeim. Og 1995 varð síðan vendipunktur í snjóflóðamálum á Íslandi og við vöknuðum upp við það að þétt byggð hafði víða byggst upp á snjóflóðahættusvæðum og að staðan væri sennilega verra á Íslandi en í flestum öðrum löndum, allavega í svona vestræna heimi. Og það til skýrsla frá 85 frá Norðmönnum þar sem að þeir telja að hættan hér sé það bil 10 sinnum meiri heldur en í Noregi. Og þarna skapaðist þá umræðu hvað er ásættanlegt þegar kemur á snjóflóðahættu í heimahúsum. Þannig að ef einstaklingur býr í húsi, svona mest alla sína ævi, þar sem endurkomutími snjóflóða og endurkomutími sá tími sem líður á meðaltali á milli snjóflóða, 300 ár og það hljómar eins og svolítið öruggur staður að búa á, 300 ára endurkomutími snjóflóða. En árlega dána líka viðkomandi vegna snjóflóða þá kannski mun hærri heldur en af öllum öðrum orsökum eins og bara sjúkdómum eða slysum eða einhverju öðru og sérstaklega meðan viðkomandi er ungur. Og þarna 95 var það ákveðið að það væri ekki ásættanlegt að snjóflóðahætta í heimahúsum væri ráðandi áhætta í lífi einstaklinga. Að það bara gengi ekki upp.
og það var ákveðið að hættumat ætti að miða við árlega dánarlíku fólks sem dvelst í óstyrtum húsum og það vegna þess að snjóflóð þar sem þau falla, þau eru svo banvæn, þau hafa svo mikil áhrif. Það hafa áhrif á litlu svæði en mjög mikil áhrif og eru mjög hættuleg fólki. Það gæti verið ásættanlegt að missa hús á 200 ára fresti, en það ekki ásættanlegt að búa í húsi þar sem að snjóflóð fellur á 200 ára fresti. Þannig að þarna var ákveðið að áhætta vegna snjóflóð í heimahúsi með ekki bæta meira en 10% við árlega dánarlíkur barna af öllum orsökum og þá eru árlega dánarlíkur 0,2 af 10.000 og þetta þó eitthvað sem hægt að bera saman við aðra hættu. Hættan í umferðin á Íslandi hefur til dæmis verið svona nálægt 1 af 10.000 en hún hefur lækkað talsvert og frekar kannski nær 0,5 og jafnvel aðeins undir því núna. Og eftir 95 þá sem sagt búið að samkvæmt það var búið að þróa nýja aðferð til að gera hættumat, þróa ný viðmið eða ákveða ný viðmið og búið að hættum þetta þéttbýlisstaði þar sem hættan umtalsverð og þetta hættumat það tekur gildi til allra ofanflóða. Ofanflóð eru samheiti yfir snjóflóð, krapaflóð og svo skriðuföll og þar með talið grjóthrun. Og síðan eins og við þekkjum þá ber viðkomandi sveitarfélag að grípa til varalegra aðgerða fyrir hættulegustu svæðin, þar sem við erum með rauðsvæði, C-svæði í hættumati. Og þeir geta þá keypt upp hús eða þá varið og það var bara ákveðið strax þarna að það væri ekki ásættanlegt til lengri tíma að beita einungis rýmingum fyrir hættulegustu svæðin. Og það meðal annars vegna þess að þessar ákvarðanir eru alltaf óvissum háðar og það ekki búið að finna aðferð til að segja nákvæmlega hvar og hvenær snjóflóð munu falla. Og það heldur ekki talið ásættanlegt að rýma hús ofta vetri, þannig ég held að þetta hafi verið mjög góð ákvörðun á þessum tíma. Við ætlum að reyna að útrýma þessum hættulegustu svæðum varalega með því að verja eða kaupa upp byggð og flytja byggð. Og síðan þá hefur verið mikil uppbygging varna víða land og Elías mun fara þetta betur yfir það á eftir. Og víða hefur reynt á þessar varnir sem sýnir kannski hversu slæm staðan var hjá okkur á þessum tíma. Og síðan ætla ég aðeins að, hef ég bara verið að fjalla byggð og nú ætla ég aðeins að fjalla snjóflóðamál á Íslandi út frá svona öðrum sjónarmiðum. Vegir líka til dæmis víða snjóflóðahættusvæði og eðli umferðar hefur víða breyst, ekki síst það sem að 2 eða fleiri þéttbýliskjarnar mynda eitt þjónustu eða atvinnusvæði. Hér á svæðinu áður fyrr þegar fólk bjó í Súðavík, Flateyri, Þingeyri, Suðureyri að þá var allt til alls öll þjónusta var í þessum bæjum, börnin voru í skóla í bæjunum, fólk hafði vinnu í bæjunum, en þetta hefur breyst mikið þannig að þessir bæjir mynda eitt atvinnu- og þjónustusvæði, fólk býr á einu stað, vinnur á öðrum stað, börnin eru jafnvel í skóla einhver staðar eða fara í frístundir eitthvert, þannig að þetta ekki eins og áður þar sem að menn kannski geta bara sleppt í að keyra ef við erum vont, en þurfa nánast að keyra hverjum degi. En síðan það þannig að áhætta fólks í beinu hlutfalli við tímann sem dvalið á hættusvæðum, þannig að það kannski ekki eðlilegt að nota alveg sömu viðmið fyrir vegi og íbúðabyggð. Það ekki eins hættulegt að keyra í einhverja sekúndur á dag eða mínútur undir snjóflóðafarvegum eins og að byggja hús á nákvæmlega sama stað og sofa þar alla nóttina. En auðvitað snjóflóðahætta á vegum bara talsvert vandamál og það hefur unnið að því að draga úr hættunni og sums staðar hafa göng komið í stað verstu vegana, eins og Bolungarvíkurgöngin til dæmis. Og síðan hefur þetta þróast þannig að snjóflóðavaktin hjá okkur á Veðurstofunni gerir daglega snjóflóðaspá fyrir 7 vegkafla og þetta bara gegnum samningu við Vegagerðina sem að greiðir okkur fyrir það. Og Vegagerðin og lögregla taka út ákvarðanir, taka ákvarðanir opnun eða lokun vegana eða óvissustig og Vegagerðin gefur upplýsingar til vegfarenda fyrir flesta af þessum vegum. Og þetta eitthvað sem verður fjallað sérstaklega á morgun. Snjóflóð og skíðasvæði, eðli málsins samkvæmt gjarnan einhver snjóflóðahætta á skíðasvæðum. Skíðasvæði í brekkum, þar sem snjór og fólk vil dvelja að vetrarlagi. Og í gegnum tíðina hefur orðið talsvert tjón á skíðasvæðum á Íslandi í snjóflóðum. Oftast hafa þau fallið í vondum veðurum þegar svæðin hafa verið lokuð, en lyftur, skúrar og skálar eyðilagst. Það til reglugerð snjóflóðahættumat á skíðasvæðum og samkvæmt henni þá þurfa upphafsstöðvarnar á lyftunum að vera á sæmilega öruggum stöðum og safnsvæði þar sem að fólk mynda raðir eða á bílastæðum og svoleiðis þurfa líka að vera á sæmilega öruggum stöðum en lyftulínurnar og skíðaleiðirnar mega liggja hættusvæði en það gerð krafa daglegt snjóflóðaeftirlit hjá rekstraraðila og þessi þá brugðist við tímabundið með lokunum eða einhverju öðru ef það hætta. Það unnið að hættumati á Veðurstofunni fyrir skíðasvæði landsins. Það tilbúið eða drög komin fyrir 7 skíðasvæði, 3 til 4 eftir af þessum svona millistóru og stóru skíðasvæðum
og sums staðar hafa skíðasvæðin gert þessa skriflega áætlun daglegt snjóflóðaeftirlit og fylgja henni vel. Og snjóflóð og frístundir, víðast hvar erlendis þá þetta stóra vandamálið og langflest snjóflóðaslýsin verða við frístundaiðkun fólks. Og þetta fjallaskíðafólk, þetta göngufólk, þetta ísklifrarar, vélsleðafólk og líkur á þannig slysum aukast auðvitað bara með auknum fjölda ferðalanga til fjalla að vetrarlagi. Og flest snjóflóðaslys þar sem fólk hefur slasast alvarlega eða látist á Íslandi á þessari öld hafa verið svona frístundaslys. Og í langflestum tilfellum, þegar einhver lendir í snjóflóði í óbyggðum eða við þessa frístundaiðkun, þá það fórnarlambi sjálft eða einhver annar í hópnum sem hefur komið snjóflóðin á stað. Það ólíklegra að vera staddur akkurat í skíðaferð á þeim stað og þeim tíma sem snjóflóð fellur. Þetta langoftast þannig að fólk að ferðast upptakasvæðin í brattlendi, hefur áhrif, þyngdaraukningin á snjóflekan hefur áhrif á veikulögin fyrir neðan og snjórinn fer af stað í snjóflóði. Og þess vegna mikilvægt að fólk þekki hættuna ef menn ferðast svona snævi þakið brattlendi. Og hér eins og annar staðar í heiminum þá svona helsta leiðin til þess að draga úr fjölda þannig slysa verið að reyna að vera með fræðslu, upplýsingagjöf og svona svæðisbundi mata á snjóflóðahættu. Það sem verið að leggja ekki bara mata á það hvort það verði snjóflóða á náttúrulegum völdum í dag, heldur hversu líklegt að komast að snjóflóðum, hvernig lagskiptingin í þekjunni, eru veiklög sem hægt að setja af stað með því að ferðast brattlendi. Og þetta gerum við fyrir 5 svæði á landinu þar sem við erum með snjóatúnumenn starfandi og fáum upplýsingar og þar sem að fjallaferðamennska umtalsverð. Og það mikilvægt að halda áfram að efla meðvitund og þekkingu fólks sem stundar þessi ferðalög. Og svo bara smá samantekt í lokin, held að við séum að þokast í rétta átt í þessum málum. En það þannig ennþá að margir vegir liggja snjóflóðahættusvæði og það nauðsynlegt að skilgreina viðmið fyrir þá hvað ásættanlegt fyrir vegi og halda áfram að draga úr hættu með vöktun og varanlegum aðgerðum. Það þarf að klára hættumat fyrir skíðasvæði landsins og halda áfram að efla daglegt eftirlit á þeim svæðum. Við þurfum að gera ráð fyrir að snjóflóðaslysum í óbyggðum geti fjölgað með auknum fjölda ferðamanna til fjalla og þá ég að tala bæði náttúrulega Íslendinga og erlenda ferðamenn. Og það þarf að efla fræðslu og snjóflóðaspár og viðbragðsaðilar þurfa að vera búnir undir þannig slys og erfiðar björgunaraðstæður. Þannig að menn hafa oft lent í því erlendis að þurfa til dæmis að ákveða að fara ekki inn á eitthvað svæði í björgunarleiðangur vegna þess að það sé hættulegt fyrir björgunarfólki sjálft. Og staðan hefur batnað í þéttbýli talsvert vegna uppkaupa og varna, en það ennþá mikið verk eftir eins og við þekkjum. Við erum stöðugt að reyna að þróa og bæta spárnar og ákvarðanatöku og upplýsingagjöf, en óvissan þetta alltaf svolítið mikil og það mikilvægt að halda áfram að klára varnir fljótt og vel og við séum allir mismunandi aðilar séum sammála og samtaka að þróa byggð í öryggisátt. Af því að besta vörnin gegn snjóflóðaslysum í byggð auðvitað bara að skipuleggja ekki byggð á hættusvæðum. Og þá ég búin. Takk fyrir. Fundarstjóri og kæru gestir. Fyrir hönd ofanflóðanefndar vil ég bjóða ykkur öll hjartanlega velkomin á þetta málþing þar sem við í dag á morgun rýnum áhrif snjóflóða á íslensk samfélög, fjöllum varnaraðgerðir, veltum upp spurningum og áhrifum þeirra á samfélög, framtíðarsýn og forgangsröðun. Líkt og fram kom í erindinu hér á undan, þá hafa snjóflóð og skriðuföll haft mikil og djúpstæð áhrif á líf og lífsgæði fjölda samfélaga, smárra sem stórra, allt frá því að land byggðist. Frá upphafi síðustu aldar hafa 226 látist í snjóflóðum og skriðuföllum og þar af 173 snjóflóðum. Augljóslega hafa miklu fleiri orðið fyrir áhrifum svo sem vegna ástvinamissis, eignatjóns og annarra áhrifa á þau samfélög sem urðu fyrir flóðum. Íslenskt samfélag hefur í gegnum aldirnar tekist á við slys af völdum snjóflóða og skriðufalla með því að taka á sig höggið. Fletti og langt. Með að taka á sig höggið. Bara, já.
taka á sig höggið, lagfæra skemmdir, endurbyggja hús og önnur mannvirki en harka af sér manntjóm og halda svo áfram með líf sitt. Líkt og fram hefur komið á ollu mannskaða snjóflóðin á Eskustad í desember 1974, Súðavík og janúar 1995 og Flateyri síðar sama ár straumhvörfum í afstöðu Íslendinga til snjóflóðahættu og hefur frá þeim tíma verið unnið ötullega að uppbyggingu snjóflóða. Ég að hugsa að hætta alveg í þessum pappírslausa heimi. Og bara alveg hætta því, sko. Ég fyrir ekki við þetta. Í straumhvörfum í afstöðu Íslendinga til snjóflóðahættu og hefur frá þeim tíma verið unnið ötullega að uppbyggingu snjóflóðavarna og bættum viðbúnaði við snjóflóðahættu. Í kjölfar hörmulegra atburða sem hér eru sérstaklega nefndir samþykkti Alþingi lög varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum. Það lög 49/1997. Þau lög og reglugerðir varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum ásamt fleiri reglugerðum ramma inn hlutverk. Þetta rosalegt. Ramma inn hlutverk nefndarinnar. Ofanflóðanefnd sem sett var á stofn í kjölfar fyrrgreindar lagasetningar hefur það meginhlutverk að fjalla og taka afstöðu til tillagna sveitarstjórna ofanflóðavarnir og gera tillögu til ráðherra gerð hættumats og styrki til framkvæmda vegna varna og eða uppkaup á húsnæði. Þá hefur nefndin það hlutverk samkvæmt reglugerð að fylgjast með framgangi framkvæmda sem styrktar eru af sjóðnum og gera tillögu til ráðherra fjármögnun ýmissa annarra verkefna sem skilgreind í lögum og reglugerðum. Framangreind verkefni hefur nefndin eins og hún nú skipuð og forverar hennar innt af hendi allt frá því hún var sett á stofn. Allan þann tíma hefur í meginatriðum verið unnið í samræmi við athugun á þörf fyrir snjóflóðamannvirki sem unnin var af Veðurstofunni 1996. Í að verða 3 áratugi hefur eftir því sem fjárheimildir hafa leyft verið unnið markvisst að hættumati, vörnum og öðrum aðgerðum til að auka öryggi byggðar í þeim sveitarfélögum þar sem hætta talin á ofanflóðum. Má þar nefna Snæfellsbæ, Súðavík, Seyðisfjörð, Bolungarvík, Fjallabyggð, Ísafjörð, Fjarðabyggð, Tálknafjörð og Vesturbyggð. Á tímabilinu hefur Veðurstofa Íslands unnið hættumöt fyrir þéttbýli, vakta staðbundna hættu á ofanflóðum ásamt því að senda út almenna viðvaranir vegna snjóflóðahættu. Einnig aflar Náttúrufræðistofnun Íslands gagna skriðuföll og hættu af þeirra völdum í samstarfi við Veðurstofuna. Fyrrgreind starfsemi ásamt rannsóknum á ofanflóðahættu og gerð hættumata fjármagnar ofanflóðanefnd að langmestu öllu leyti. Þó svo að hér að ofan sé frekar þurr upptalning á hlutverki og verkefnum með vísan í lög og reglugerðir, þá gera nefndamenn hvers tíma og aðrir aðkoma sér ljósa grein fyrir því að þeim falið að fjalla vernd samfélaga gegn þeirri vá sem af ofanflóðum stafar. Því þótt verkefnið sem hér til umræðu sé oft tæknilega flókin og fjárhagslega þungi í vöfum, snúast þau í grunninum samfélagslega ábyrgð. Ríkið sem stóra samfélagið stendur með minni samfélögum í því að verjast náttúruvá. Í því felst megin hlutverk ofanflóðasjóðs og ofanflóðanefndar, allt innan þess regluverks og fjárhagsramma sem Alþingi á hverjum tíma ákveður. Þrátt fyrir upptalningar hér að framan og góðan gang verkefna þá staðreyndin sú að vinnu við hættumat líkur aldrei endanlega, sama við að líkindum við varnir. Reglubundin endurskoðun nauðsynleg meðal annars vegna nýrrar þekkingar, breytts byggðamynsturs, breyttar atvinnuhátta og samfélagsgerðar, að ógleymdum breytingum á veðurfari. Nú til skoðunar að endurskoða hættumat á þéttbýli með tilliti til skriðuhættu og aukna áherslu þarf því að leggja á að meta hættu á öðrum framkvæmdum, öðrum viðkvæmum svæðum svo sem ferðamannastöðum og svo eitthvað sé nefnt. Að því sögðu þá hefur mikill árangur náðst í að meta ofanflóðahættu víða land, áhættumat í þéttbýli hefur verið lokið og unnið að endurskoðun hættumats á svæðum þar sem varnir hafa þegar verið reistar. Í dreifbýli og á skíðasvæðum
vinna skemmra á veg komin, en mat á ofanflóðahættu stendur yfir á nokkrum stöðum. Þá hefur verið unnið að söfnun ofanflóðasögu og hafa verið útbúin svokölluð varúðarkort sem sýna hvar hætta getur verið til staðar. Þessi gögn nýtast við forgangsröðun verkefna og til að ákvarða hvar þörf á frekari könnun. Og eins og við sjáum á þessari slæðu þá þetta fjöldi verkefna og sem töluvert margt í gangi. Framkvæmdir við varnir hafa heilt yfir gengið vel og nú lokið við að reisa 70% þeirra varna sem þarf til að verja íbúðarhús í þéttbýli. Samtals hefur á verðlagi ársins 2024 40 milljörðum króna verið varið til þeirra varna sem þegar hafa risið. 4 verkefni eru í framkvæmd og 10 í undirbúningi, með áætluðum heildarkostnaði 24 milljarðar króna. Auk framkvæmda hafin vinna við endurbætur á varnarmannvirkjum sem þegar hafa verið reist í kjölfar nýs mats á hættu undir varnargörðum. Kostnaður vegna endurbóta metinn á 10 milljarðar króna. Áætlaður hönnunar- og framkvæmdakostnaður vegna áranna 2024 til 30 nemur 26 milljörðum. Þá ótalinn kostnaður vegna hættumata og annarra verkefna sem áætlaður á fyrrgreindu tímabili 4 milljarðar. Þá má gera ráð fyrir að viðhaldsþörf fari vaxandi á komandi árum. Varnarmannvirki, sérstaklega stóðvirkju stáli og netgrindakerfi, eru með takmarkaðan líftíma og geta skemmst við áföll svo sem grjóthrun og hraðskreið snjóflóð. Árlegur kostnaður vegna viðhalds, vöktunar og endurbóta hefur ekki verið nákvæmlega metinn en gæti numið á bilinu 400 til 700 milljónir króna á ári þegar fram líður. Ekki verður hjá því komist að nefna að þó framkvæmdir hafi heilt yfir gengið vel, þá hefur framgangur verið hægari en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir. Aðalega vegna þess að fjárheimildir ofanflóðasjóðs hafa ekki verið í samræmi við fjárþörf áætlaðra framkvæmda. Á árunum 2013 til 2023 námu fjárheimildir ofanflóðasjóðs tæpum 60% af innheimtu ofanflóðagjaldi. Á árunum 2020 til 2024 varð viðsnúningur í samþykktum fjárheimilda, en þau ár námu fjárheimildir nálægt 90% af innheimtu ofanflóðagjaldi. Aukning fjárheimilda varð eftir flóðin á Flateyri, skriðuföllin á Seyðisfirði og flóðin á Neskaupstað. Ráðuneytið áætlar nú að verklok þeirra verkefna sem nú eru ráðgerð verði í fyrsta lagi í árslok 2033. Ljóst má vera að til þess að svo megi verða þá þurfa fjárheimildir að haldast eða jafnvel að aukast. Frá því að lög varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum voru sett 1997 hafa orðið gríðarlega breytingar í allri samfélagsgerð og atvinnuháttum á Íslandi. Þegar lögin voru sett var atvinnulíf einsleitara og kröfur aðrar. Í flestum þeirra byggðarlaga sem voru í upphafi áhættumetnir voru sjósókn og fiskvinnsla burðarás velmegunar íbúa og flest eða öll þjónusta sem íbúa þurftu fyrir hendi í byggðarlaginu. Allt þetta gjörbreytt og þarfir allt aðrar en þær voru. Nú atvinnulíf fjölbreyttara, þjónusta hefur færst til stærri byggðakjarna, samgöngur á land eru mikilvægari en áður og einnig eru væntingar íbúa og atvinnulífs allt aðrar en þær voru. Að því og öðru þarf að huga í stefnumót til framtíðar. Í ráðuneytinu og innan nefndarinnar skilningur á þörf fyrir endurskoðun laga og regluverks varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum, enda hefur vinna verið í gangi innan ráðuneytis hvað það varðar. Þá komu fram ábendingar í þá veru í gagnlegri stjórnsýslu úttekt Ríkisendurskoðunar sem Ríkisendurskoðun vann starf og starfsumhverfi ofanflóðanefndar. Einnig hefur líkt og fram hefur komið hér að framan náttúrufar, samfélagsgerð, atvinnulíf tekið breytingum og þar með þörf fyrir varnir. Til að nefnum dæmi breytingar og þarfir og áherslur þá fékk umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið Veðurstofu Íslands til að vinna skýrslu hvar lagt var mat á þörf fyrir varnarvirki og viðbúnað vegna ofanflóðahættu á atvinnusvæðum. Verkefnið var afmarkað við að skoða atvinnuhús og svæði í þéttbýli en sýnir skilning þeirra sem aðkoma á þörf
fyrir að horft verði til öryggis á atvinnusvæðum sem hluta af heildstæðri vörn samfélags. Vert einnig að nefna að fram hafa komið efasemdir að rétt sé að haga málum þannig að einstök sveitarfélög beri ábyrgð á og kostnað af viðhaldi varnarmannvirkja, enda ljóst að ef og þegar til viðhalds kemur, þá mun það verða kostnaðarsamt, sumum sveitarfélögum jafnvel ofviða. Í ljósi framangrins hefur sá sem hér stendur velti fyrir sér hvort ekki væri skynsamlegt að skipa málum til framtíðar með þeim hætti að ofanflóðasjóður fengi víðara hlutverk sem fælist í umsjón með hættumati og vegna hvers konar náttúruvár og fjármögnun byggingar varna vegna þeirra. Ég hef með öðrum orðum velti fyrir mér hvort ekki væri skynsamlegt að byggja náttúruvárkerfi ríkisins. Það kerfið sem að sér þessi mál, kerfisins sem ætlað að verja samfélög fyrir náttúruhamförum með þeim hætti að settur yrði á stofn náttúruhamfaravarnarsjóður eða hvað við myndum kalla, sem fjármagna myndi rannsóknir, áhættumat, hönnun, uppbyggingu og viðhald varnarmannvirkja vegna náttúruvár og hamfara. Ef þessi hugmynd yrði að veruleika, þá yrði málum háttað þannig að allt snerið að náttúruvá og hamförum væri undirbyggt 3 stoðum. Umsjón með fjármögnun, rannsókna, áhættumats, hönnun, byggingu, viðhaldi varnarmannvirkja væri á einni hendi, almannavarna viðbragð væri á annarri og úrvinnsla bótamála á þeirri þriðju. Áskilnaður væri svo í lögum nána samvinnu og samstarf allra þeirra sem að koma. Ef þessi hugmynd fengi brautagengi, þá þarf að gæta þess að hún komi ekki niður á áætlunum uppbyggingu varna gegn ofanflóðum sem þegar hafa verið samþykktar. Ég tek skýrt fram, leið og ég tefli hér fram þessari hugmynd ykkur til umhugsunar, að þá hef ég hvorki rætt hana við annað nefndarfólk né ráðuneytið með formlegum hætti. Ég hef rætt þetta en ekki formlega. Ágætu ráðstefnu gestir, mig langar að ljúka þessu erindi mínu hlutverk ofanflóðasjóðs og framtíðarsýn í málaflokknum á að minna á að ofanflóðavarnir snúast ekki mannvirki og tækni. Því leið og tæknin og mannvirkin eru mikilvæg, þá hlutverk þeirra að verja samfélög fyrir náttúruvá og þannig stuðla að öryggi og blómlegri byggð í landinu öllu. Ofanflóðavarnir eru byggðamál okkur öllum til heilla. Ofanflóðavarnir snúast þegar öll er á botninhvolt að verja fólk, samfélög og byggð til langrar framtíðar. Takk fyrir mig. Ok, flott. Góðan daginn. Ég heiti Halldór Björnsson og eins og búið að kenna mig, starfsmaður Veðurstofunnar. Og ég líka formaður vísindanefndar loftslagsbreytingar sem gefur reglulega eða óreglulega á nokkur ára fresti út skýrslu sem þá pöntuð að ráðuneyti stöðu þekkingar á því hvað vitað afleiðingar eða áhrif og afleiðingar loftslagsbreytinga. Og ég ætla aðeins að fara bara yfir örfá atriði úr síðustu skýrslu sem kom út 2023 og það eru reyndar innibætur eða nýtt efni sem að Tarek Sakut, sem sérfræðingur á Veðurstofunni, bætti, eða ég hef frá honum og svo ég með mjög mikið efni frá samstarfsfólki. Það einn af því skrýtna að flytja erindi loftslagsmála eftir sem að gera það meira, tala meira það sem einhver annar hefur gert, heldur en það sem ég gerir sjálfur. Við höfum samfelldar mælingar á Íslandi frá því aldamótin 1800 ef við erum óhrædd við verulega óvissu í gögnum, en frá miðbiki 19. aldar ef við viljum mjög góð gögn og þetta Stykkishólmur frá 1900 til okkar tíma og hér bara sjáu þetta árstíðasveiflan á Stykkishólmi og þið sjáu mánaðar hita hvers mánaðar frá 1900 til 2000
hvert ár endurtekið innan hvers mánaðar og svarta línan sýnir hérna leiknina. Og þið sjáið einfaldlega að það er þannig að allir mánuðir á Stykkishólmi hafa hlýnað og þetta er nokkurn veginn satt fyrir þetta er alveg örugglega satt fyrir hérna allar stöðvar á landinu fyrir þetta tímabil. Það má svona aðeins finna önnur tímabil og nokkra staði þar sem þetta væri ekki satt. En tilfellið er að á þessum tíma þá hlýnaði svona 1 gráðu á öld sem er ekki mjög fjarri því sem er hinn hnattræna hlýnun á sama tímabili. Og aðeins yfir því samt, hlýnun hins vegar meiri að vetri en að sumri og þið sjáið það bara mjög vel ef þið horfið á þetta. Þið sjáið að það er meiri halli á svörtu línunni að vetri, svo er hún minni að sumri og jafnvel svona hluta til á haustin. Og þetta, en það hafa allir mánuður hlýnað eftir sem áður. Yfirleitt þegar við tölum hitasveiflur á Íslandi, þá er svona búið að vera mjög lengi alltaf mandaran, það var mjög hlýtt býttu nú við, nú er ég að reyna að fletta, gildi bara svona. Það var mjög hlýtt miðbik síðustu aldar og svo kólnaði og svo hlýnaði aftur og það má sjá, þetta er mynd hér, litla myndin hérna, sýnir hérna 14 veðurstöðvar, það eru taldar upp hérna, þær hegða sér allar nokkurn veginn alveg eins. Það er birt sem sagt 1850 byrja fyrsta þeirra og svo koma hinar inn og þið sjáið að það hefur hlýnað allstaðar á þeim öllum og þetta hegða sér alveg eins, það er engin stöð sem sker sér neitt átakanlega úr. Hins vegar og þið sjáið það, einstaklega maður skoðar hérna árið sem er hérna lengst til vinstri, þar sjáið að það er hlýtt miðbik síðustu aldar, svo kólnar, við fáum þessi hafísár og svo hlýnar aftur. Og maður er mjög vanur að segja þessa sögu. Já, það er núna svona aðeins hlýrra en var hérna miðbik síðustu aldar, sko. Málið er að það lítur dálítið, þegar maður talar þannig þá lítur maður dálítið fram hjá stóra mununum sem varð. Það er það að miðbik síðustu aldar komu alltaf köld ár í bland við hlýárin. Meðan að síðustu 2 áratugi þá höfum við ekki fengið nein alvarlega köld ár. Og það þýðir það ef maður skoðar áratuga meðaltalin fyrir nokkurn veginn sömu stöðvar sem er þessi bláa stöplarít þarna, þá sjáið þið sjáið að það ber alls ekki jafn mikið á hlýindaskeiðinu miðbik síðustu aldar og hlýindaskeiðinu núna á síðustu árum. Nú, þetta er sem sagt það sem hefur gerst hvað hita varðar á síðustu árum eða áratugum og síðusta árhundruði. En maður skoðar síðan úrkomumælingar og þær eru miklu erfiðari, það eru bæði lélegri, þær eru dreifðari og það má halda mjög svona grátkorslegt erindi úrkomumælingar en eigi síður höldum við að sé alveg hægt að segja með vissu að meðal úrkoma hefur verið að aukast á síðustu árum og áratugum jókst frá 1000 upp í svona 11 til 1200 á láglendi og frá 1500 upp í svona 1600 til 1700 á hálendi. Og það má fara ýmsa kúnstir til að finna út úr þessu. Eitt er að það sem við sjáum er að hámars úrkoma virðist hafa aukist líka. Og sem dæmi má nefna Seyðisfjörð, með því er ég ekki að segja Seyðisfjörður gerðist vegna loftslagsbreytinga. Allt veður sem þið upplýði gerðist vegna loftslagsbreytinga, af því að sá heimur þar sem loftslagsbreytingar áttu sér ekki stað, hann er bara heimur sem við mistum af. Í okkar heimi eiga loftslagsbreytingar sér stað, þær hafa áhrif á allt veður, þannig að það þýðir ekkert að spurja, gerðist þetta veður vegna loftslagsbreytinga? Svarið er alltaf já, en það kemur málinu kannski ekkert sérstaklega við. Þetta gerðist. Og þetta gerðist á þessu tilefni vegna þess að það var alveg gríðarlega mikil úrkoma á Seyðisfirði. Hún sló 5 daga uppsöfnu úrkoma, sló öll met langt. Þetta, ef maður reiknaði líkurnar á því, þá bara einfaldlega á þetta ekki að gerast. Og við höfum lagt mat á þessa 5 daga uppsöfnuðu úrkomu, það er að segja 120 klukkutíma uppsöfnuðu úrkomu og svo 24 tíma uppsöfnuðu úrkomu. Og það kemur í ljós að þessi stærð er svona einhvers staðar á bilinu 50 til 100 fyrir flestar veðurstöðvar, en þó eru nokkra stöðvar sérstaklega í svona fjalllendi eða á Austurlandi eða það sem er flókið landslag, það sem þetta verður meira. Og þá ætla ég að tala ég er að raun og vera að vinda með, ég ætla að fara að tala veður á næstu öld. Við vinnum þetta með sviðsmyndum. Sviðsmyndir eru einfallega lygilegar sögur, eða trúlegar sögur, kannski ekki lygilegar.
En það sem sagt byrja þannig að það setjast niður einhver aðal og ákveða hvað líklegt að við losum mikið af gróðurhúsalofttegundum. Svo eru búnar til nokkrar þannig sögur. Svo þeim sögum stungin í loftslagslíkön og það reiknað út hvaða áhrif hefur þá hitastig, úrkomu og svo framvegis. Og þetta gert fyrir alltaf mörg loftslagslíkön þannig að maður fær mjög mörg svör. Þarna inni ekki sviðsmynd þar sem að amok hrynur. Bara ef þið komið hingað til að vita hvað gerðist ef amok hrynur, þá ætla ég ekki að tala um það. Það hvort eitthvað sem við höfum áhyggjur að gerist á næstu öld, ekki þessari. Þannig að bara það sé frá. Þetta nær bara til loka þessari aldar og það sem að raun og veru kemur í ljós að líkön þau ná svona að meðaltali að herma loftslags breytileika loftslags á síðustu öld sem að sjá með því að bera saman þessar gráu og grænu línur þarna. Græna línan á að halda sig innan gráa umslagsins og hún gerir það, þá maður svona sæmilega sáttur. En þetta segir líka að líkön náðu alls ekki að herma hlýjendakaflan á síðustu öld sem gerðist þar með ekki vegna breytinga á gróðurhúsaáhrifum. Það var þá sennilega dæmi bara einhvern innri breytileika. En síðan sjáum við að það sem að gerist á næstu öld, þarna eru tvær sviðsmyndir, blá og rauð. Rauð sviðsmyndar sem mjög mikið hlýnar og þar hlýnar svona 3,1 gráðu á landinu að meðaltali til loka aldarinnar, en í þeirri bláu hlýnunin bara rétt 1 gráðu. Nú, það má deila hvort þetta séu líklega sviðsmynd til að rætast. Hluti ástæðan sú að sú losun sem að þarf að eiga sér stað til að fylgja bláu sviðsmyndinni, það búið að skera svo mikið niður losun að við munum sennilega missa þeim strætó og við höfum ekki þegar mista af honum. Sama með þessa rauðu, það þarf svo einbeittan brotavilja til að brenna kolum og það kann að vera að við munum hreinlega alls ekki ná henni heldur og það séu þá einhverjar aðrar sviðsmyndir mitt á milli, svo kallaðar miðlungssviðsmyndir þar sem að hlýnunin svona 2 til 2,7 gráður sem séu líklegri. Nú í loftslagsatlas Veðurstofunnar sem verið að gefa út núna, þar Tarek Zaghloud búin að reikna þetta allt upp á nýtt og raun og veru búa til það sem við köllum markgildi eða hlutfallsgildi fyrir ólíka staði og þá sér maður að 50% talan sem þessi veit ég hvort þið sjáu þetta rauða hjá mér, það miðgildi allra þessara líkana, það svona í 2,35, 2,73 og 3,13 í ólíkum sviðsmyndum. Þetta eru sömu tölur og ég með fyrir ofan. Nú, þetta hitinn. Þá spurningin hvað verður með úrkomu. Tilfellið að það búið að vera mjög lengi svona tilraunir að koma með sviðsmyndir losun og keyra loftslagslíkön og skoða. Þetta búið að vera gert núna í 30 ár og það svona rokkar nú dálítið en niðurstaðan eiginlega alltaf svo að úrkoma eykst í takt við hlýnun. Það bara spurningin hvers mikið hún eykst. Það svona aðeins ólíkt eftir verkefnum. En eins og stendur erum við með þetta í cirka 2,6 gráðum, það svona, við höfum verið að rokka með þetta á bilinu 1 til 4, en það þýðir með öðrum orðum að 1 gráðu hlýnun þá getur maður verið að búast til 4% aukningi úrkomu. Þetta í sjálfu sér bara álíka og hefur verið að gerast. Þetta ekki eitthvað sem við myndum taka eftir og öskra, þetta rosalega mikið. En hins vegar það sem að gerast að aftaka úrkoma, hún verður verri og það sem að áður var 100 ára úrkoman, það sé að atburður sem myndi gerast svona meðaltala á 100 ára fresti, það reyndar sömu líkur og hann gerist tvisvar á 100 árum og hann gerist ekki neitt, þannig að maður aðeins að passa sig á því að hann ekki reglulegur, en þetta ákveðin svona tölfræðilegt hugtak. Atburður sem gerist á 100 ára fresti, hann fyrir að gerast á 50 ára fresti í svona frekar miðlungskaldri sviðsmynd, 30 ára fresti í mjög heitri sviðsmynd og 5 daga hámarksúrkoman, hún fyrir að gerast á 30 ára fresti cirka. Þannig að hún verður með öðrum orðum í staðis að hafa 1% líkur að henda á hverju ári, þá fyrir hún að hafa 3% líkur að henda á hverju ári. Og þetta þýðir bara að það þarf að taka heilmikið á í ölluri skipulagsvinnu því að þetta breytir mjög mikið allskyns forsendum sem menn hafa flóð og blágrænar ofanvatnslausnir og alls konar slíka hluti. Við höfum kannski meiri áhuga á hvað mynd gerast ofanflóð. Ég kem að því, ég ætla bara fyrst að segja aðeins þennan loftslagsatlas ef þið farið á gottveður.is/loftslagsbreytingar. Þetta dálítið korni titill en þetta verður að lokum veður.is en gottveður.is loftslagsbreytingar, þá fáið þennan atlas og þar má fletta upp alls konar hlutum. Hann að komast í gagni núna, það búið að opna hann svona, þó kannski ekki alveg formlega, hann ennþá í þróun og við erum ennþá að setja inn upplýsingar en þarna upplýsingar úrkomu, hita, alls konar hluti, meðal annars líka sjávarflóð. Þannig að þetta resource sem ég endilega mæli með. En svo ég komi nú aftur að einhverju sem tengist ofanflóðum,
þá kom það að breytingum á snjóhulu og sko, loftslagslíkön hafa yfirleitt sagt snjóhula mun minnka. Aðalega þannig að sá tími sem að snjóhula varir mun styttast. Magnið, segja líkön, ætti líka að falla saman. Darri Eyþórsson, sem gerir doktorsverkefni þetta, kemst reyndar að þeirri niðurstöðu að sko, líkönin eru alls ekki nógu áreiðanleg þegar það kemur að hvernig hefur verið að þróast á síðustu árum. Hér mynd af þessu, þetta láglendi, hérna fyrir ofan hálendi, þannig að maður tæki meðaltala því þá maður reyndar einhver stað nærri þessu umslagi sem hér, það eru loftslagslíkönin, rauða og svona rauðleita, eða brúnleita. Hafið ekki áhyggjur af meðaltalinu, það ekki svo slæmt, en stóri vandinn sem Darri bendir á að sko, líkön að fara í öfuga átt. Loftslagslíkön að segja að þetta að minnka, en í raun og veru þá var það aukast. Það að segja að snjóhula í sjálfu sér þarf ekki að minnka og það tengist því að þó að hér hlýni þá verður ennþá nógu kalt á hluta ársins til að snjói og ef meiri úrkoma þá getum við alveg spúist við því að fá ár með meiri úrkomu. Þannig að eins mikið að maður myndi vilja að hættan á snjóflóðum minnkaði þá það ekkert endilega að gerast á næstu áratugum byggt á þessu. Við erum alls ekki að sjá það. Nú, þá komum við að skriðuhættu. Bráðnun ein sér getur aukið skriðuhættu þegar sífreyr í fjöllum bráðnar og hann mjög útbreiddur á hálendinu. Við hop og þynningu jökla geta skapast aðstæður þar sem að fjallshlíðar bara bókstaflega verða óstöðugar. Þetta má sjá til dæmis á því að við erum að sjá skriður á síðustu árum þar sem að má greinilega sjá ís inn í skriðunni. Þannig að þetta eru hálffrosin jarðlög sem hafa farið af stað og þá það augljóst mál að ef að þessi sífreri í hlíðinni minnkar þá auðveldur að tryggera skriðufall með til dæmis aftaka úrkomu. Nú, annað atriði það að þegar jöklar hopa, skriðjöklar hopa, þá geta skapast aðstæður þar sem að fjallshlíðar umhverfis þá verða óstöðar og það verða skriðufall á þá. Dæmi hér frá Morsárjökli einsta, það sem sagt, býtu nú við, brúni flekkurinn sem sagt skriða sem fjall ofan á Morsárjökul. Nú það eru líka að myndast mjög mikið af þessum jaðarlónum. Þau gerast náttúrulega þegar skriðjöklar hopa, þá myndast jaðarlón saman og þetta tvennt fer illa saman. Það að segja að myndast jaðarlón og svo verður skriðuhætta á falli eins og hér verður úr ofan á Svínafellsjökul segir og hér lón. Ef þetta lón stækkar mjög mikið, þetta 2070 og 2040 frá hættumati sem Veðurstofan búin að vinna að, þá sjáum við það að hættan náttúrulega verulega að það verður skriðufall, fellur á þetta og síðan út í lónið að það getur orðið gríðarlega mikið hlaup og þetta hefur gerst meðal annars í Steinholtslaupinu 1967, það var alveg gríðarlegt hlaup nákvæmlega af þessum aðstæðum. Nú, þannig að þetta dæmi eitthvað sem við erum að skoða og þetta dæmi eitthvað sem við erum áhyggjur af. Síðasta atriði sem ég ætla að minnast á, varðandi ofanflóð, þetta með jafnvægi loftslags, rofafla og loftslags og það til ákaflega svona einfalda líkan af því hvernig skriðuföll verða. Þetta sem þetta kallað sandhrúgulíkanið. Þetta eitt af þessum skemmtilegu líkunum sem svo einfalt að það eiginlega alltaf rangt, en það segir manni samt dálítið, það hægt að læra mjög margt af því. Og eitt af því sem það sýndi var með bara byrja að sleppa alltaf sandkorni og búa til svona hrúgu og svo fara að koma skriður í hrúguna og skoða hrúguna og þá hægt að segja eftir að hrúga nær ákveðnu horni, þá breytist hornið ekkert, en það verða endalaus skriðuföll niður og það að reikna nákvæmlega hvert róf þeirra Og tilfellið hér ekki það að þetta eigi nú endilega við fjöllin okkar, heldur gildir sama prinsip að fjöllin eru búin að ná einhverju jafnvægi við ytri aðstæður og svo þegar þær breytast, annarkvort með til dæmis bráðnun sífrera eða með aukinni úrkomu eða einhverju álíka, að þá geta stóra skriður orðið tíðari, breytist rófið sem sé á skriðunum. Og eitt af því sem gerist, ég var ekki að minnast á áður, hlutfallið rigningar og snjókomi. Það að segja úrkoma sem venjulega að falla sem snjókoma, falli sem rigning og það náttúrulega þýðir að það þá meiri skriðuhætta vegna hennar ef þetta mjög áköf úrkoma. En það fer síðan náttúrulega eftir aðstæðum hversu mikla alvarlega svona breytingar verða
og þetta landmótunarfræði sem sem sagt þú fræðin sem að raun og útskýrir hvers vegna hallinn á þessu fjalli akkurat eins og hann og hvers vegna myndast þessi stallur sem þetta landmótunarfræði. Þetta mjög vaxandi fræðigrein. Ég prófaði að finna svona grundvallargrein í þessu, Geomorphic Responses to Climate Change, sem var birt 1991 og það búið að vitna í hana núna 1780 sinnum þannig að það sé notað orðalagi climate change í umfjölluninni. Og þetta bara einfaldlega til að sýna að þetta gríðarlega vaxandi svið, en það mjög fjarri því að halda því fram að maður að það sé komin almennilegur skilningur á þetta. Þannig að þetta gríðarlega stórt rannsóknarverkefni sem eftir. Nú, þá bara samantektin á síðustu árum hefur loftslag á Íslandi verið hlýrra og rakara en fyrr. Það líklegast að það hlýni á öldinni 2-3 gráður. Úrkomubreytingar eru ekki jafn eindregnar, en þó benda sviðsbændareikningar til þess að úrkomu aukist, sérstaklega ljóst að aftaka úrkoma kann að aukast. Það ekki fyrirsjáanlegt að snjóflóðum falli, allavega ekki bráð. Bráðnun sífrera hefur síðan með sér aukna hættu á skriðum. Breytingar á úrkomuvinstri, tíðni, magni, tegund og svo framvegis hafa áhrif á landmótun og skriðuföll og þynning jökla og hop skriðjökla veldur skriðuhætti í hlíðum og myndur jökullóna eykur síðan hættu á framhlaupum falli skriður í þau. Og þá þakka ég bara fyrir. Ef þið viljið lesa meira skýrsluna þá hún geymd á www.loftslagsbreytingar.is og svo bendi ég aftur á loftslagsatlasinn sem á gottvöðu.is loftslagsbreytingar. Takk fyrir. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Ég ætla að vera eina sem leiðilegu ekki verið spurningu heldur með komment. Mér langar bara að styðja Elías í það sem hann var að segja að útveika störf ofanflóðasjóðs í aðra náttúruhamfarir. Og fyrst það enginn sem stendur fyrir aftan mig, þá langar mig að rökstyðja það. Ég hef nefnilega komist að þessari skoðun líka. Ég kannast aðeins við þennan verkflokk sem byggingaverkfræðingur og hef unnið við áhættugreiningar í sambandi við náttúruhamfarir, hvað þetta mikilvægt og forvarnirnar. Og var í gamla daga framkvæmdastjóri almannavarnir ríkisins og vantaði illilega einhver svona stofnun sem að virkilega tekur á þessum málaflokki og hefur og fannst flott hvernig að þú settir þetta saman þarna sem þessar 3 þarna lykilstofnanir og ég hef verið undanfarin ár að vinna rannsókn í sambandi við Seyðisfjörð og hef þá þurft að lesa mig til í sambandi við ofanflóðasjóð og störfin frá 1995 og þetta bara svo eðlilegt framhald að maður kemst að þessari niðurstöðu að ef að ofanflóðasjóður væri víkkaður til þess að vera svona öflug stofnun sem að stundar áhættugreiningu og forvarnir og hjálpar líka almannavörnum að fá sviðsmyndir og þetta kannski eins og í dag að það náttúrulega margar stofnanir sem koma þarna að Veðurstofan og fleiri og að ég held þetta sé alveg brilljant hugmynd og styð hann heilshugar í því. Takk. Má ég biðja að segja til nafns? Fyrirgefðu. Ég heiti Sólveig Þorvaldsdóttir og á vegum Háskóla Íslands fyrir þessar ráðstefnu. Það biðja þið bara að taka aðeins við, gjörðu svo vel, Elías. Já. Maður getur náttúrulega ekkert annað að þakka fyrir þegar að fólk tekur undir hugmyndir, en ég allan búinn að hugsa þetta mjög mikið og ég tel að þetta sé eitthvað sem við ættum að hugsa rækilega og líka til þess að setja kannski einhverstaðar eitt stað svolítið þá hvar verið að samræma hvort sem að það eru rannsóknir, varnir eða annað. Þannig að ég held að þetta sé góð hugmynd og ég náttúrulega bara eins og segi og ánægður að einhverjum öðrum finnist það. Harpa, vilt þú bregðast eitthvað við þessu? Hvernig líst þér á svona hugmynd? Jú, ég get verið sammála þessu en legg líka áherslu á það sem að Elías var að leggja áherslu á að halda örugglega áfram með uppbyggingu ofanflóðavarna sem auðvitað eitt stærsta hlutverk ofanflóðasjóðs í dag. Takk. Gjörðu svo vel. Takk fyrir Sveinn Brynjólfsson, ofanflóðadeildin á Veðurstofunni. Takk fyrir erindin og ég nú ekkert skárri en Sólveig. Ég vil bara koma með ábendingu það að við erum á Veðurstofunni að vinna hættumat fyrir, búin að vera því
þéttbýli og síðan í dreifbýli líka núna og við verðum að útvíka þetta í skíðasvæði og vegi og við erum að gefa vegagerðinni daglega upplýsingar okkar mat á snjóflóðahættu og vegum. Og þá vil ég bara minna á það að í dreifbýlinu þá erum við með íbúðarhús sem eru í mikilli ofanflóðahættu og það komin upp svo staða eftir að við höfum gefið út þessar greinagerðir okkar mat á ofanflóðahættu í dreifbýli að fólk situr uppi með ævistarfið á sínum jörðum búið að byggja upp þar í jarðrækt og skepnustofn að það verðlaust vegna þess að það hefur komið upp að bankar neita að lána fólki til að kaupa jarðir sem eru að okkar mati á ofanflóðahættu svæði og þetta fólk sefur í sínum íbúðarhúsum í ofanflóðahættunni og það virðist ekki vera neinn vilji til þess að koma til móts við þetta fólk þannig að ég vil bara biðla til þeirra sem að stjórna fjárstreymi og taka ákvarðanir þessa forgangsröðun að taka þetta fram fyrir það sem gert í frístundum á skíðasvæðum, ferðamannastæði og það sem núna kannski nýjasta dæmið verið að ég segi moka peningum í að verja mannvirki en ekki mannslíf. Það finnst mér rangt. Takk fyrir. Takk Sveinn. Viltu bregðast við þessu, Elías? Sko eins og ég hef skilið þetta frá þeim tíma þegar sem að ég kom að þessu og getur reyndar sagt ykkur að ég var líka einu sinni hinum megin við borðið. Ég stýrði sveitarfélagi þar sem var ofanflóðahætta að þá hef ég bara hort á þetta þannig að það verður að vera einhver forgangsröðun og ég skil vel þá forgangsröðun að menn byrja á því að verja íverustæði fólks, það að segja þar sem fólk sefur og þá eðlilegt kannski að það sé tekist á við þéttbýlustu stöðina svo allt hitt eftir og ég veit ekki alveg hvar það verkefni mundi enda en ég tel að það sé býsna stórt ef við ætlum að fara að verja í rauninni allt og alla og það umræða sem að mínu viti og ég fyrir ekki mér að ég tala svolítið hreint út með það umræða sem verður svolítið flókin þegar að kemur að því sko hvar eigum við að stoppa. Ég skil hins að mjög vel og get alveg sett mig inn í spor þeirra sem að í rauninni eiga bújarðir eða eru með eitthvað út í dreifðum byggðum og þar ofanflóðahætta en svona svo maður tali bara þannig að já eins og ég held að raunveruleikinn sé að þá að það verður að forgangsraða og þá náttúrulega að byrja á því sem stæðst eða fjölmennast og þannig verður þetta. Takk. Takk fyrir. Gjörðu svo vel. Já, Árni Jónsson heit ég, hef verið að bauka aðeins við snjóflóð hérna gegnum árin. Ég hef ekki, núna, eða undanfarin ár hef verið dálítið mikið erlendis, þannig ég ekki alveg viss það hvernig, hönnun mannvirkja háttað í dag, hvað tekið til mikils. Þetta beinir svolítið inn á það sem hann Halldór hefur verið að spá í. Hversu mikið tillit tekið til stöðuna 2050, stöðuna 2100 þegar verið að hanna mannvirki gert ráð fyrir því að mannvirki séu hönnuð miðað við veðurfar 2050 eða 2100 hvernig hvort að eða sífreinur sé farin úr jörðinni eða hvernig þetta í dag. Ég búin að búa svo mikið erlendis að ég veit ekki alveg hvernig þetta en við höfum unnið svona verkefni í Noregi þar sem var verið að taka tillit til og við verðum að skoða til dæmis stöðan 2100. Takk. Harpa eða Halldór, getið þið svarað ykkur þetta? Sko, ég get bara sagt aðeins með hættumat á Veðurstofunni að þar höfum við ekki verið að búa til þessar sviðsmyndir og taka tillit til loftslagsbreytinga nema í tilfellinu fyrir Svínafellsheiði. Það sem voru gerðar sviðsmyndir fram í tíman og svona sýnt hvernig hættan kemur til með að aukast miðað við það að loftslag sé að hlýna.
Já, sko þetta reyndar tengist nú dálítið bara hvernig almennt unnið með áhættu núna, en samt ofanflóðin eru sennilega svo eina vátegundin það sem bara eru í lögum að menn eru skyldugir til að fara eftir ákveðnu ferli. Ef við skoðum til dæmis bara sjávarflóð, þá það á ýmsa vegu og alls ekki jafn svona stöðugt og eins gott og maður myndi vilja. Þó sé vissulega sko menn þurfa alveg að setja gólfkóta á ýmislegt slíkt sko. En þar sérstaklega ekki verið að fara eftir sviðsmyndum mögulega hækkun sjávarstöðu. Það nokkuð hreint. Það eru nokkur bæjarfélög sem svona hafa einhvern loftslagsfaktor hjá sér og taka tillit til slíks og menn gera það reynda líka orðið þegar þau þróa ofanvatnslausnir. Þannig að þetta á nokkrum stöðum, en þetta ekki svona heilstætt verið að skoða neitt á þann hátt sem þú varst að lýsa. Takk Halldór. Ég sé ekki að það sé neitt með í rauðinni, en mér langaði að spyrja þig Halldór bara í beinu framhaldi af þessu. Sko, hvað heldur að sé mikilvægast að gera núna svona í sambandi við þetta samhangandi mál, ofanflóðahættu og loftslagsbreytingar? Sko, Vísindanefnd loftslagsbreytingar sem að ég sit í, hún hefur í öll 3 skiptin sem ég hef tekið þátt í vinnu hennar, þá ljúkum við með skýrslu og við erum líka með sko atriði sem við segjum að þurfa að skoða betur og það það svona rannsóknaratriði og svo 10 árum síðar þá gerð ný skýrsla og þá nákvæmlega sömu atriði og svo 5 árum síðar ný skýrsla og það aftur sömu atriði, kannski nokkuð ný en það alltaf sama og vandinn sá að það vantar mjög mikið að þetta sé tekið alvarlega og þá ég ekki að meina sko af stjórnvöldum og skipulagsyfirvöldum, það svo sem önnur saga og leiðinlega sömuleyti, en það vantar mjög mikið finnst mér bæði að háskólasamfélagið hér og Rannís og fleiri taki alvarlega þessar rannsóknir sem þarf að gera og við lendum einu sinni í því ég og Guðfinna Aðalgeirsdóttir að vera með rannsókn sem við töldum mjög mikilvæg sjávarstöðubreytingar og svo fór þetta fyrir Rannís og þá vorum við spurð, já þetta ekki svo mikilvægt að það verður hvort eða gert? Merkilegt nokk, þá var það alveg rétt sko, en við fengum nei af því að þetta var svo mikilvægt og það segir manni bara það að Rannís hugsanlega ekki með réttu sjóðuna fyrir þetta. Það að segja sjóður sem bara afla þekkingar kannski ekki réttu sjóðurinn. En bara til dæmis sem við nefnum það sem ég talaði ofanflóð, skriðuföll, úrkomuaukningu, þetta dæmi eitthvað það sem við vitum allt og lítið. Og það eiginlega bara tómtmál að tala að gera eitthvað hættumat með að menn hafa ekki þekkinguna til staðar. Og þar það bæði háskólinn og rannsóknarsamfélagið sem að ber sökina líka, finnst mér. Takk. Harpa, þú eitthvað við þetta bæta? Já, staðan hefur verið þannig að í Háskólum í Íslandi hefur ekki verið lögð mikil áhersla á ofanflóð. Þar hefur verið meiri áhersla á eldgos og jarðskjálftavirkni og rannsóknir á því og það eitthvað sem að við á ofanflóðdeild Veðurstofunnar höfum auðvitað saknað að fá háskólana sterkar inn í ofanflóðarannsóknir. Þannig að þar verði til grunnur og þekking sem að síðan hægt að byggja okkar vinnu á. Takk. Ég var að velta fyrir mér Elías meðan það ekki einhver að hugsa spurningu? Þessi hugmyndum svona hamfara sjóð og auðvitað eftir allt sem undan gengið eðlilegt að fara að huga því að hafa eitt batteri fyrir allt saman. En þú talar þetta með ekki koma niður á sko, byggingu varnarvirkja. Eitthvað sem hægt að gera til þess að flýta þessu? Erum við bara of fá eða þetta bara eitthvað svona einn rofi? Hægt að bara setja meira fjármagn eða ákveða eitthvað, taka einhverjar ákvarðanir til að flýta okkur eitthvað frekar? Sko það þessi meira fjármagn en þá kemur að því að þá ekki til jafnvel verktakar til að vinna verkefnin. Þannig að við erum smá og við erum fáir aðilar sem í þessum, að hafa búið sér til þekkingu til að vinna verkefnin og annað, þannig að ég held að þær áætlanir sem eru núna uppi þær eru nokkuð metnaðarfullar en eiga alveg að geta staðist. Ég líka þar reyndar eftir að hafa skoðað að þá finnst mér að mörguleyti magnað hvað við erum búin að gera. Við höfum oft verið svona látið eins og þetta gangi allt og hægt og ég skil það og ég var svo sannlega þar en það í rauninni merkilegt hvað við þessi litla þjóð höfum sett mikla peninga í þetta og mikla orku. Þannig að ég veit ekki hvort það þetta einhvern veginn að segjast alltaf að vera búin miklu fyrr. Ég held ekki. Ég held að þetta sé raunhæf áætlun núna
hins vegar, við vitum líka að það kemur alltaf eitthvað upp á, það oft það sem hefur verið að eiginlega hægja á verkefnum, það koma einfallega ný verkefni, við sjáum hérna þróun sem hefur orðið bara eftir Flateyrarflóðin þegar menn átta sig á því að flóð geta verið öðruvísi. Þetta einhvern veginn þannig málaflokkur að hann háður mjög breytingum og þannig að ég held að áætlunin sé góð eins og hún er. Mér ætla langar aðeins að tala núna vísindasamfélagið. Það eitt sem að kannski, og ég bið fólk að taka því ekki illa, en stundum upplifiði aðeins þannig að vísindasamfélagið sjálft mætti taka sig saman og tala meira saman. Það sé pínlítið þannig að fólk sé þar aðeins í sílóum og það mjög áhugaverð skýrsla sem kom fram fyrir örfáum árum, 2 eða eitthvað, það sem að einmitt kemur í rauninni fram hvað það eru fáir sem að sérhæfa sig í þessum hlutum, en það aftur segir okkur hvað það líka mjög mikilvægt að það fólk tali vel saman og að það líka sé að vinna í því að koma sinni miklu og verðmætu þekkingu yfir á annað og yngra vísindafólk. Takk fyrir. Þetta skýrsla Náttúruvá á Íslandi, held ég, einmitt, sem kom út 2023 og ég bara mæli eindregið með því að þið hérna lesið. Þarna komin spurning, gjörðu svo vel. Hvað ger ég? Ok, hæ. Ég heiti Heiður og ég á snjóflóðavakt Veðurstofunnar og mér langaði að nefna út því að tala Elías að vinna meira saman. Það voru í fyrra haust, fyrir 1,5 ári síðan, stofnuð Íslensk snjóflóðasamtök og við erum svona að reyna að fá bara alla sem eitthvað að vinna við snjóflóð á Íslandi í þennan hóp og þá erum við tækifæri til að ræða málin og meðal annars vísindafólk og líka bara aðrir sem að hafa aðkomu. Þannig að kynni ykkur það endilega. Takk fyrir Heiður. Það með plakkat sem maður má kíkja á eftir eða á morgun. Endilega kynni ykkur það. En Harpa, svona að lokum það langar með að spyrja þig. Þú talaðir að þú hefði svona heyrt það ofan í eldra fólk sem bjó á Norðfirði að snjóflóðahætta bara var ekki umtöluð. Hún var einhvern veginn ekki þetta sem var kannski ráðandi hætta í lífi fólks. Finnst þér þetta hafa breyst eitthvað eða kemur þetta okkur alltaf óvart þegar að verða slys? Mér finnst þetta hafa breyst en eins og ég nefndi í erindinu þá finnst mér maður sjá svona í gegnum söguna að það tekur okkur kannski þetta sem samfélag 20 ár, 30 ár að gleyma hlutum. Og ef við erum ekki með hlutina niður njörfaða í lög og reglugerðir, þá hætta á að við förum að endurtaka sömu mistökin. Og þess vegna þetta svo mikilvægt í dag að vera með gott regluverk og reyna að fylgja því og að allir aðilar séu líka samtök það að við ætlum okkur að reyna að þróa hlutina í öryggisátt. En þetta með svona meðvitund fólks náttúruvá og snjóflóðahættu að þetta ekkert alveg einfalt. Við heyrðum til dæmis frá fólki á Suðureyri að í gamla daga þá var börnum bara bannað að leika sér í sjávarmálinu ef það var verulegur snjór í fjallinu hinum megin vegna þess að þá vissum menn að þá geti komið snjóflóð þar og flóðbylgja yfir og þá ætti börn ekki vera að leika nálægt sjónum. En þetta ekki eitthvað sem foreldrar ræða við börnin sín í dag og svona þekking, við þurfum að finna leiðir til þess að nýta kannski tæknina til að koma svona þekking á framfæri inn í samfélög. Þar sem að býr fólk með ólíkan uppruna og fólk sem hefur bara mjög mismunandi forsendur til þess að átta sig á svona hættu. En í sambandi við Norðfjörð og svona þetta viðhorf fólks í gamla daga, að þetta bara ásættilega áhætta í samfélaginu hjá okkur, hún hefur lækkað mjög mikið. Við sættum okkur ekki við sömu hættu og samfélagið þurfti að sætta sig við fyrir 100 árum síðan. Og þess vegna þetta mikilvægt að vera með þessi viðmið og endurskoða þau líka reglulega eftir því sem að þetta breytist hjá okkur. Ekki bara okkar vitneskja snjóflóð eða svona tæknilega atriði, heldur líka að fylgjast með samfélagsbreytingum og hvað það sem við sættum okkur við og hvað sættum okkur ekki við. Frábært. Þetta eru góð lokaorð. Við ætlum að fara í kaffi. Ég ætla að biðja ykkur að þakka þessum góðu fyrirlesurum fyrir þeirra framlag.